Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætla ég að fara í hluta kaflans líkindafræðileg undirstaða og ég ætla að fara núna í strjálar líkindadreifingar hluti 1. Margar slembistærðir fylgja líkindadreifingum að ákveðnum þekktum gerðum og við munum skoða nokkrar slíkar hér. Við rifjum upp að líkindadreifingar slembistærðar eru strjálar ef slembistærðarnar eru strjálar en annars samfelldar. Við ætlum að skoða í þessum fyrri hluta tvíkostadreifinguna og í seinna myndbandinu strjálar líkindadreifingar ætlum við að skoða pósondreifinguna. Og við ætlum að sjá hvernig nota má þessar tvær líkindadreifingar til að lýsa fjöldamörgum slembnum fyrirbærum. Og í leiðinni munum við vinna með mörg af þeim hugtökum sem var fjallað hérna í fyrstu 2 hlutunum sem voru mögulega svolítið abstrakt en nú þurfum við að vinna með þau. Áður við förum að reikna líkur á einhverja slembistærðir taki ákveðin gildi þá þurfum við að skilgreina nokkra hluti eða kynna nokkur hugtök til sögunar. Og það fyrsta er massafall og strjálum líkindadreifingum er lýst með svokölluðu massafalli og notum við það til að reikna líkur einstakra útkoma strjálla slembistærða. Við táknum massafallið með litlu f af x og það má skrifa sem f af x er jafnt og líkurnar á því að slembistærðin x taki eitthvert gildi litla x, þar sem litla x hér er einhver tala. Útkomu mengi slembistærðarinnar stóra x táknum við með ómega. Og ómega er hreinlega mengi þeirra talna sem slembistærðin x getur mögulega tekið. Segjum sem svo ef slembistærðin x lýsir hreinlega bara útkomu þegar krónu er kastað, þá væri útkomu mengið þorskar og landvættir. Ef slembistærðin x á að lýsa útkomu þegar teningi er kastað, mundi ómega innihalda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Svo við þurfum bara að átta okkur á hvað táknar slembistærðin okkar og útkomumengið er þá gildi sem hún getur tekið. Nú þetta massafall gildir eftirfarandi að gildi fallsins þau eru jákvæð. F af x er stærra eða jafnt og 0, stærra eða jafnt og 0. Og það kannski segir sér sjálft, f af x lýsir líkunum á því að slembistærðin okkar taki eitthvað ákveðið gildi og líkur eru aldrei neikvæðar. Eins ef við ætluðum að leggja saman útkomur massafallsins fyrir öll litla x, þar sem litla x eru öll möguleg gildi sem slembistærðin getur tekið, þá þurfum við að fá út 1 þar. Af því að, eins og ég segi, litla x við þurfum að leggja saman yfir öll mögulega x, yfir allar mögulegar útkomur slembistærðarinnar, og summan af því hlýtur að vera 1, af því að líkur eru alltaf á bilinu frá 0 til 1. Við notum stöplarit til að lýsa massafalli myndrænt. Og hér höfum við slembistærðina stóra x, en hún lýsir fjölda þorska þegar krónu er kastað 6 sinnum. Þannig að við köstum krónu 6 sinnum og þá þurfum að byrja að átta okkur á því, hvert er útkomumengi x, hvaða gildi getur x tekið? Fyrsta sem maður getur hugsa væri þá kannski þorskur eða landvættir. En pössum okkur því það eru það sem gæti komið út þegar krónu er kastað, en hér erum við að telja fjölda þorska þegar krónu er kastað 6 sinnum. Við erum að vera alveg viss hvað slembistærðan okkar á að tákna. Og hér höfum við þetta ákveðna dæmi.
Jú, ef ég kasta krónu 6 sinnum þá gæti ég mögulega fengið engan þorsk, ég gæti fengið 1 þorsk, 2, 3, 4, 5 eða 6 þorska. Ég get ekki fengið fleiri þorska heldur en ég kasta. Við sjáum síðar meir að þessar líkur hérna getum við reiknað með tvíkostadreifingunni. En þetta hérna er myndræn framsetning á massafalli þessa slembistærðar hér. Við sjáum svo seinna meir hvernig við reiknum út hæðina á stöplanum.